Hefndin hafin, segja írönsk stjórnvöld sem hafa gert 2 loftárásir á Ísrael síðasta klukkutímann. Ísraelsher gerði í nótt sína stærstu árás á Íran, mikil óvissa og ótti ríkir framhaldið. Þúsundir víðsvegar að úr heiminum eru komin til Egyptalands til þess að ganga að landamærum Gaza. Egypsk stjórnvöld hafa stöðvað fjölda fólks og vísa úr landi. Sett verður á fót móttaka á Landspítala fyrir börn sem beitt hafa verið ofbeldi og skemað fyrir ofbeldi í grunnskólum. Skeman hefst í tilraunaskyni í haust. Skellt var í lás í síðasta sinni í ljósmyndaverslun Hans Petersen í dag. Verslunin hefur starfað í 118 ár. Við vöknuðum sátt í morgun og munum sofna sátt í kvöld, segir eigandi verslunarinnar. Takk fyrir mig. Ungir töframenn léku listir sínar fyrir gesti á töfrabragðasýningu í dag. Komiði sæl. Sírenuhljóð ómar Tel Aviv og Jerúsalem. Íran hefur gert 2 loftárásir á Ísrael á síðasta klukkutímanum. Stjórnvöld í Íran höfðu hótað öflugum hefndaraðgerðum eftir umfangsmikla árás Ísraels hers í nótt. אזרחי ישראל, אלו ימים של הכרעה. אנו עומדים בפתחו של פרק חדש במערכה להבטחת עתידנו. הלילה יצאו לתקיפה 200 מטוסי קרב והטילו מעל 330 חימושים שונים. במהלך הלילה נתקפו מעל 100 מטרות ברחבי איראן, ובתוכן בכירי המטה הכללי האיראני ומובילי תוכנית הגרעין. Þetta gæti verið eins byrjunin. Forsætisráðherra Ísraels segir að haldið verði áfram eins lengi og þurfa þyki. Almenningi í Ísrael sagt að halda sér nærri sprengjubyrgjum og víða eru fáir á ferli. I think it was a good attack. It gave us relief, knowing that Iran will never take advantage of nuclear programs towards Israel. אני מאוד 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 גאה בזה, ואני רוצה לפנות לטראמפ ולקבל את החיזוק שלו. מאוד מאוד חשוב. Íransk stjórnvöld segja minnst 70 hafa fallið og 400 særst. Árásinn ber þess merki að hafa verið vandlega undirbúin. 3 mjög hátt settir innan stjórnkerfisins fjallu. Leiðtogi íranska byltingavarðarins, æðsti yfirmaður íranska hersins og annar yfirmaður þar. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. Árásadrónum var skotið frá Íran að Ísrael í dag, loftvarnakerfi grandaði þeim. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tjáði sig árásirnar síðdegis, sagðist mjög ánægður með þær og að það væri meira á leiðinni. So it remains unclear what's going to happen next, but the whole region is holding its breath, waiting to see what Iran does. Ólöf, hvað vitum við þessar árásir sem Íranar gerðu núna skömmu fyrir fréttir? Það ekki mikið sem við vitum alveg staðfest, en það svona óstaðfestar fregnir sem við erum bara að lesa akkurat núna, að það séu eldar víða í svona mitt Ísrael, það séu mögulega einhverjar flaugar sem hafa náð í gegn þetta öfluga loftvarnakerfi Ísraels, en við höfum ekkert heyrt neinar svona staðfestarfregnir eða einhverju mannfalli eða einhverju hafi særst í þessum árásum, og svo líka voru að koma núna nýja fregnir af árásum Ísraela á Íran, þannig að þetta allt saman að gerast mjög hratt núna. Já. En eru líkur á að þetta stigmagnist og jafnvel fleiri dragist inn í þessi átök? Það verða að teljast líkur á því, af því að þegar staðan orðin svona rosalega eldfim, þá þarf svo lítið að gerast til þess að þetta springi enn frekar út, og við heyrum að því að Bandaríkjastjórnin þegar farin að færa svona frekari hergögn nær þessu átakasvæði, og Íran líka með sína bandamenn á svæðinu, Húta í Jemen til dæmis, þeir fara að blanda sér inn í þetta og kannski verða skotmörkin orðin víðar enn í Ísrael, og þá auðvitað getur þetta sprungið út, en við náttúrulega sjálfsögum verðum bara að vona að það gerist ekki. En vitað einhverju Íslendinga sem þarna úti? Já, við ræddum við utanríkisráðherra í dag og þá hafði hún heyrt af einu tilviki, það einhver ein manneskja í Ísrael sem hafði leitað á náðir borgara þjónustunnar, en
það líka fleira í gangi akkurat í þessum heimsluta. Það eru núna þúsundir komnar til Egyptalands til þess að eru með það markmið að ganga að Gaza og svona frista þess að komast hjálpargögnum til fólks þar. Skulum aðeins skoða þá atburðarás í dag. Det heroppe, de der check-in-der? Ann May-Britt Christensen á leið frá Kaupmannahöfn til Kaíró. Tugir Dana hafa farið þessa sömu leið til þess að taka þátt í göngunni til Gaza. Jeg selv mor. Jeg selv bedstemor. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvis der skulle ske sådan nogle ting med mine børn eller mine børnebørn. Jeg skal bare vide med mig selv, at jeg har gjort alt, hvad der stod i min magt. Markmiðið að hittast í Al-Aris á Sínaískaga og ganga þaðan 50 kilometra leið að Gaza. Þar ætlaðu þau að reyna að semja við egypsk yfirvöldum að opna landamærastöðina og hleypa neyðaraðstöð inn á Gaza. Het is ons land wat medeplichtig is en in het land van het internationaal recht vind ik het heel schrijnend dat we nu het internationaal recht zo zien instorten en tekortschieten en er gewoon een genocide plaatsvindt. En þetta hefur ekki gengið þrautalaust. Fjölda fólks hefur verið snúið við á flugvellinum í Kaíró og á eftirlitsstöðum á leið frá Kaíró til Al-Aris. Samkvæmt áætlun átti að ganga af stað í dag, gangana og taka 2 til 3 daga og fólkið ætlar að koma sér fyrir við landamærastöðina og dvelja þar í 3 daga. Samtök sem ísraelsk stjórnvöld handvöldu til þess að dreifa neyðaraðstoð ráða illa við verkefnið. Þá hefur Ísraelsher drepið tugi við úthlutunarstöðar. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti í gær ályktun tafarlaust vopnahlé á Gaza og þar Ísrael fordæmt fyrir að beita hungri sem vopni. وأحيانا الأجانب بيرصوا علينا الفلفل وبيجي في عينينا وما بنقدر نكمل بنكون قاعدين على الكرتونة بدنا نعبيها في شناتينا ما بنقدر نكملها ولا بنقدر ناخدها يعني. كل الناس روحت فاضية بكميات قليلة خالص. وطخوا كتير يعني وشهداء وجرحى وإشي بخوف يعني بنروح لقمة مغمسة بالدم وحياة ربنا. En Ólöf, hvernig miðar þessari göngu? Fólk lagt af stað? Svo eftir því sem við komumst næst núna þá miðar henni ekki mikið áfram. Egypsk stjórnvöld hafa stöðvað fólkið og svona vilja ekki hleypa þeim að Gaza og það líka bara að beiðni ísraelskra stjórnvalda sem að vilja ekki fá þetta fólk nálagt landamærunum. En já, þannig að það ekki, við vitum ekki meira en það akkurat núna. En íslensk stjórnvöld hafa talað nokkuð tæpitungulaust og sagst vera tilbúin í aðgerðir en voru samt ekki með í þessum viðskiptaþingunum 5 landa gegn þessum 2 ísraelskum ráðherrum. Já, af hverju ekki? Já, það vakti núna smá athygli út af því að þau hafa sagst vera tilbúin að stökkva á vagnin eða stærri þjóðir taki á skarið. Og við spurðum Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra út í þetta í dag og hún segist hreinlega bara ekki hafa haft vitneskju þetta fyrir en sama dag. Sest að Ísland hafi ekki verið látið vita og í rauninni kannski bara ekki boðið að vera með ef við getum orðað það þannig. Og svo segir hún líka að það sé þeirra forgangsröðun að geta haldið sambandi við Ísrael til þess að hjálpa fólki að komast frá Gaza hingað. Það sést vita fólk sem hefur rétt á því að koma til Íslands og þau vilja halda þessari línu opinni og telja það svona í forgangi frekar en viðskiptaþvinganir. Sem hittir síðan að við þurfum, og ég leyni því ekki að ég tel að við eigum að fara í það samflot sem að hægt að fara í, en það þarf náttúrulega að við hafa samráð þá við líka utanríkismálanefnd, en síðan ætla ég ekki að dylja það að við erum að reyna að koma fólki sem að hefur rétt á dvalarleyfi hingað til Íslands frá Gaza og það einfaldlega hagsmunamat núna að reyna að ná því fólki frekar út af svæðinu og við þurfum til þess meðal annars aðstoð frá Ísrael og það kannski fyrsta matið í þessu stigi og ég vil gjarnan eins og ég segi og hef sagt áður að við tökum þátt í slíkum þvingunaraðgerðum meðan staðan á Gaza með þessum hræðilega hætti en við þurfum líka að huga þeim einstaklingu sem að hafa fengið dvalarleyfi og við erum einfaldlega að reyna að ná út af svæðinu. Ástvínir þeirra sem fórust í flugslysi í Ahmedabad á Indlandi í gær bíða margir enn staðfestingar á örlögum ástvina sinna. Það gengur hægt og illa að bera kennsl á fórnarlömb slysins. Minnst 265 fórust, áhöfn, farþegar og fólk á jörðu niðri.
Boeing 787 Dreamliner flugvél Air India hrapaði í íbúðabyggð skömmu eftir flugtak. En óljóst hvað olli slysinu. Svarti kassi eða fluguriti vélarinnar fannst í dag sem á eftir að auðvelda rannsókn. Eitt farþegi breskur ríkisborgari sem sat í sæti 11A komst lífs af og á sjúkrahúsi. वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से तो मैं निकल गया वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी Honestly, he himself has no idea like how he survived, how he got out of the plane. Well, when he called us, he was just more worried about my other brother, like, just find Audrey. Heilbrigðisráðherra ætlar að koma á fót móttöku á Landspítala fyrir börn sem beitt hafa verið ofbeldi og hefja skemur fyrir ofbeldi í grunnskólum landsins. Þá áformað að setja á fót miðstöð fyrir börn sem eru þolendur ofbeldis. Menningarsjóður í nafni Bryndísar Klöru Birgisdóttur sem lét lífið eftir hnífstungu árás á menningarnótt í Reykjavík í fyrra kemur til með að fjármagna húsnæði undir slíka miðstöð. Miðstöðin verður nefnd Bryndísar Hlíð. Þar verður samskonar þjónusta fyrir börn og í Bjarkarhlíð fyrir fullorðna. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, velkomin hingað til okkar. Skimun fyrir ofbeldi, hvernig fer hún fram? Hún mun fara fram hjá skólaheilsugæslu hjúkrunarfræðingum með bæði spurningum og spurningalistum og ætlunin að finna þau börn sem að hafa orðið fyrir ofbeldi eða orðið vitni á ofbeldi því að það mikilvægt að þau fái þann stuðning og meðferð sem þau þurfa því annars gætu þau þróa með sér geðraskanir seinna meir og jafnvel líka orðið líklegri til að beita ofbeldi. En hvenær getur þessi skimun hafist? Þá að fara af stað með pröfuverkefni í nokkrum skólum og nokkrum bekkjum í haust og þá ætlum við að sjá hvernig gengur og líka að áætla þjónustu þörfina sem mun þurfa í framhaldinu. En sum barnanna munu án ef að þurfa geðheilbrigðisþjónustu. Og síðan líka eins og nefnt var verið að þróa móttöku á Landspítala. Þannig að ætlunin að börn sem þurfa geðheilbrigðisþjónustu fari úr þessu tvennu inn í Bryndísar Hlíð og fái þar viðeigandi meðferð. Þetta þínum aðkallandi verkefni? Þetta aðkallandi. Það auðvitað ótrúlegt samfélagsmein að það skuli vera ofbeldi gegn börnum og líka börn beiti ofbeldi. Og eins og ég segi, það mikilvægt forvarnargildi í því að grípa þau snemma. Þú myndir sjálf á Bryndísar Hlíð, hvenær sérðu fyrir þér að Bryndísar Hlíðin geti orðið að veruleika? Þetta auðvitað verkefni á frumstigum og eins og framkom þá mun sjóðurinn styrkja húsnæðið en það á eftir svolítið að þróa þá þjónustu sem þarna verður og þetta verður allt gert í mjög víðtæku samráði því að það mikilvægt að það verði ekki skörun við úrræði sem fyrir eru eins og til dæmis barnahús. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, takk fyrir að koma hingað til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Sjálfsagt. Fjármálaráðherra segir það ekki rétt að ekkert samráð hafi verið haft við lífeyrissjóðina vegna nýs frumvarps lífeyrissjóði. Ummæli framkvæmdastjóra Landssambands lífeyrissjóða snúist skort á trausti milli ríkisins og lífeyrissjóðanna. Samkvæmt frumvarpi sem fjármálaráðherra hefur lagt fram verður lífeyrissjóðum óheimilt að láta örorkugreiðslur frá Tryggingastofnun lækka greiðslur frá lífeyrissjóðunum. Bráðabirgðaákvæði sem hefur bannað það hefur reyndar verið í lögum frá 2011 en nú stendur til að endanlega festa það í lög. Frá og með næsta ári stefnt að því að svokallað jöfnunarframlag ríkisins falli niður sem ætlað að jafna útgjöld milli lífeyrissjóða vegna greiðslu örorkulífeyris. Frumvarpið hefur mætt harðri gagnrýni úr ýmsum áttum. Framkvæmdastjóri Landssambands lífeyrissjóða sagði í kvöldfréttum í gær að þessi útfærsla ráðherra hafi för með sér umtalsverðar skerðingar til ellilífeyrisþega. Þá liggi greiningar áhrif þessara breytinga ekki fyrir og ekkert samráð hafi átt sér stað við lífeyrissjóðina við gerð frumvarpsins. Nei, það alls ekki rétt. Greiningarnar liggja fyrir, þær voru unnar með lífeyrissjóðunum. Við höfum mjög ítarlega greiningu tryggingastarfræðinga á afleiðingunum. Þannig að ég veit ekki á hverju þau byggja þessa fullyrðingu. Ég held að þetta snúist raunverulega kannski skort á trausti milli ríkisins og lífeyrissjóðuna að þrátt fyrir alveg skýr skilaboð mín að
það er ekki að ég sé stað að við séum að skoða endurskoðun á jöfnunarframlaginu, að þá einfaldlega í ljósi sögunar hafi þeir ekki fyllilega trúað mér. En ég er að segja við þig, það geta þeir gert. Landssamband eldri borgara segja ríkið verða að koma til móts við lífeyrissjóðina til að jafna greiðslur til öryrkja og ellilífeyrisþega. Það geti ekki verið vilji ríkisins að skerða kjör ellilífeyrisþega til að bæta kjör öryrkja. Frumvarpið sé til þess fallið að etja saman eldri borgurum og öryrkjum. Við erum alls ekki að því. Við verðum átt okkur á því að það er þarna réttur sem örorkulífeyrisþegar sem líka hafa greitt í lífeyrissjóðina eiga að búa yfir og hefði ekkert verið aðgert, hefði verið gengið á rétt þess hóps, það er heldur ekki sanngjarnt. Og meira pólitíkinni því þingfundur stóð á Alþingi til klukkan ríflega 2 í nótt og hófst svo aftur klukkan 11 í morgun. Lítið hefur mjakast og eina málið sem hefur verið rætt bókun 35, þar sem þingmenn stjórnarandstöðuflokkana fara til skiptis í ræðustól, aðalega þingmenn Miðflokksins. Fundarstjórn forseta er reglulega rædd þar sem þingmenn stjórnarandstöðu saka stjórnvöld yfirgang og stjórnarliðar saka stjórnarandstöðu tafarleiki. Þingmönnum hefur verið heitt í hamsi og sér í lagi þegar settur var á dagskrá fundur í atvinnuveganefnd í fyrramálið þar sem fjalla á veiðigjaldafrumvarpið og jafnvel afgreiða úr nefndinni. Fundur stendur enn á Alþingi og fundur hefur verið boðaður klukkan 10:30 í fyrramálið. Kviku-banki hefur hafnað tilboðum Íslandsbanka og Arion banka samruna. Í tilkynningu frá bankanum segir að samkvæmt mati stjórnar hafi hvorki erindi Arion banka né Íslandsbanka endurspeglað virði Kviku. Bankarnir lýstu báðir yfir áhuga á sameiningu og óskuðu eftir viðræðum við Kviku. Íslandsbanki sagðist reiðubúinn til að bjóða 10% ofan á markaðsvirði Kviku. Arion banki sagði að sameiningu í Kviku myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Ungir töframenn léku listir sínar fyrir gesti á töfrabragðasýningu í dag. Tilefnið var lok töfrabragðanámskeiðs sem fór fram í vikunni. Kennarinn segir æ fleiri börn vilja gera töfra. Hvað finnst þér skemmtilegast að galdra? Ég finnst skemmtilegast að galdra að breyta stelpu í strák. Og ætlar að vera töfrakona í framtíðinni? Já. Og hvernig er búið að vera í þessari viku? Hvað stóð upp úr? Það var bara gaman og við gerðum hluti eins og að sprengja hausinn á einum gaur sem var hérna. Langar þig til þess að vera töframaður í framtíðinni? Alveg mögulega, en kannski verður eitthvað sem að mér finnst meira spennandi á lífsleiðinni. Töframaðurinn Jón Víðs Jakobsson hefur haldið töfrabragðanámskeið í yfir 20 ár og er hvergi nærri hættur. Hann segir áhuga barna á töfrabrauðum sífellt að aukast. Krakkar hafa alltaf áhuga á töfrum. Þetta er alltaf gaman og eins og ég sé alltaf það er ekkert gaman nema það sé skemmtilegt. Þú stefnir að halda áfram með þessi töfranámskeið, eða ekki? Jú, bara þá til hver. Við bara höldum áfram og gerum töfra endalaust. Er ekki? Málið. Verslunin Hans Petersen á stað í hjörtum landsmanna eftir að hafa starfað í rúm 100 ár. Í dag var skellt í lás í síðasta sinn. Já, þetta er stór dagur hjá okkur. Tókum þessu ákvörðun í mars og það var erfitt að taka ákvörðunina en þegar maður er búinn að taka svona ákvörðun þá bara erum við að standa með henni. En við vöknuðum sátt í morgun. Við munum sofna sátt. Starfsfólk hefur verið tryggt Hans Petersen í gegnum árin en Jens Gunnar Ormslev á sérstaka tengingu við verslunina. Það var Hans Petersen sem stofnaði fyrirtækið 1907. Já, hann er afi minn. Já, ég var alveg upp á Nýbankastræti og svo náttúrulega vorum við með 13 verslanir á sín tíma og ég sá alla framkvæmdina í öllum búðunum. Það var svona, sáum vélarnar, farið við vélarnar og alltaf um góðum. Ég kem hér reglulega og læt framkalla af því ég er smá svona gamaldags og vil eiga þetta í myndum, ekki inn í tölvu. Þú setur í myndaalbúm? Ég gerir það og bý til albúm, afmælisalbúm og svona fyrir vini og vandamenn. Þannig að þú hugsað með hlýju til Hans Petersen? Ég gerir það og eftir að sakna það mikið. Já, ég man sérstaklega eftir einni eldri konu sem kom hérna með fjölskyldumyndina sem hún hafði tekið niður úr stofunni á sér og lagði hérna á afgreiðsluborðið og sagði hérna, heyrðu, dóttir minn er skilin við hennar mann hérna, getur þú gjörsamlega tekið hann út af myndinni?
Og ég sagði já, við getum gert það og við gerum það skilvirkilega og byggum til nýja mynd þar sem að hennar tiltekna mann vantaði og hún var svo ánægð með þetta að hún sagði, heyrðu, hún nú komið nýjan mann, geturðu sett hann inn á myndina líka? Og við erum bara endalaust þakklátt alltaf fyrir viðskiptin í gegnum árin og alla stöðningin. Þannig að við færum okkar kúnnum bara bestu þakkir fyrir tryggð í gegnum árin. Takk fyrir mig. Góða helgi. Og þá það sem allir að tala þessa dagana, það veðrið. Hæð stödd við norðurströnd landsins og heldur til norðausturs á morgun. Áfram útlit fyrir björtu veðri víða land á morgun og hægum vindi, hiti að 20 stigum suðvestan til þegar best lætur en þykknar upp austanlands með smá vætu síðdegis og við heldur svalara þar. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvennalandsliðs Íslands í fótbolta, opinberaði í dag hvaða leikmenn fara á Evrópumótið í næsta mánuði. Aron Pálmarsson segist skilja sáttur við farsalan handboltaferil sinn. Það voru honum þó vonbrigði að missa af því sem átti að vera hans síðasti leikur. Og ég fæ þessi rosalegu útbrot og blöðrur á lappirnar og hendur og gat bara ekki gengið þannig ykkur að 3-4 daga. Og svo það opna bandaríska meistaramótið í golfi í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hefndin hafin, segja írönsk stjórnvöld sem hafa gert 2 loftárásir á Ísrael síðasta klukkutíman. Ísraels her gerði í nótt sína stærstu árás á Íran, mikil óvissa og ótti ríkir framhaldið. Þúsundir víðsvegar að úr heiminum eru komin til Egyptalands til þess að ganga að landamærum Gaza. Egypsk stjórnvöld hafa stöðvað fjölda fólks og vísað úr landi. Sett verður á fót móttaka á Landspítala fyrir börn sem beitt hafi verið ofbeldi og skimað fyrir ofbeldi í grunnskólum. Skimun hefst í tilraunaskyni í haust. Skellt var í lás í síðasta sinn í ljósmyndaverslun Hans Petersen í dag. Verslunin hefur starfað í 118 ár. Við vöknuðum sátt í morgun og munum fara sátt í kvöld að sofa, segir eigandi verslunarinnar. Ungir töframenn léku listir sínar fyrir gesti á töfrabragðasýningu í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En fréttastofan þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina það sem af þessum degi og við vonum svo sannarlega að þið njótið helgarinnar. Verið sæl.